Sem sagt, við ætlum aðeins að byrja á flæðiritinu í skilvindukerfinu og þá förum við og smellum á undir Programs í Project Browser. Hvernig fáum við Project Browser aftur? Ég ætla að loka honum hérna aftur og opna hérna. Project Browser, hann það sem Analyze og Build Changes. Þar Project Browser til hægri. Og þar ætlum við að smella hérna plúsin við Mast, sem sagt við Master Tasks og hægri smella á Logic hérna og smella á New Section. Og þar ætlum ég að setja inn, sem sagt, og velja fyrst hvað ég ætla að setja hér. Það Sequential Functions Chart, SFC. Og ég ætla að láta þetta heita skilvindukerfi. Já, hægri smella á Logic og New Section og þá velja SFC og skrifa skilvindukerfi og segja bara OK á það og þá kemur það upp. Settur einhver tölu? Nei, ég ætla ekki að vegna þess sjáu. Þetta alls konar uppsetning hérna í byrjun. Að það við bara byggjum þetta hægt og rólega upp. Og við byrjum til dæmis bara hreinlega á þessu hér að setja hérna eins og svona Step Transition Sequence. Og við höfum bara eitt stykki. Byrjum bara hérna eftir uppi. Og til dæmis hérna í númer 2. En til þess að ég fái að sjá hérna þennan kassa til hliðar líka, þá fer ég í View og Expanded Display. Þá fæ ég þetta svona. Og nú kemur hérna, ég ætla að tvísmella hérna og segja þetta heitir upphaf og ég ætla að smella þetta sem Initial Step. Upphafsskref sem að segir eintölunni þegar hún sett á run þá á hún að fara í þennan kassa og byrja þar. Afgerar kassa. Í þessu hérna, það bara að tvísmella á kassan sem efstur uppi hérna, S_1_1, tvísmella hann og heitir bara General, það bara höfum upphaf þar. Skrifa upphaf og smella á Initial Step, haka við það. Og svo bara OK. Þá erum við komið hérna þetta efsta hér. Síðan stendur ræsiskilyrði í verkefninu, hérna fyrir ofan þetta skilyrðið hér, sværa streikið. Við búum það til á eftir, en byggjum upp flæðiritið með aðgerðarkossunum fyrst hérna. M1 in heitir þessi hérna næsti. Þá næ ég bara aftur í svona, skelli honum einum og sér hérna og íti á Escape til þess að fá músina aftur og tvísmelli á hann, já, og vel þar M1 in. Þá ásett að mótorinn, skilmyndumótorinn að fara í gang. Það bara að skrifa þar M1 in og í rauninni væri hægt að setja hérna actions, þar sem að þið eru búin að setja inn, þá myndi þið hérna smella á þrípunktinn og ná í M1 og setja í qualifier hérna, velja þar S. Af því að ég ekki búin að setja neitt inn í gagnagrunninn, þá get ég gert þetta svona, get sett hérna M1, set M1 og þá segi ég hérna New Action. Já. Eftir að nota Step Transition Sequence. Já, ég hugsa það.
Við gerum alltaf new action. Segjum, ég ætla aðeins að segja OK á þetta hérna og ég haka við þetta er bara íbúl hérna. Svona. Já, þetta er alveg rétt. Það heitir Step Transition Sequence. Það er alveg rétt. Það heitir það. Og ég ætla að setja meira hérna inn, uppröðunartími liðinn. Og ég smelli á þetta bara aftur og fer í action hérna. Það er hægt að skrifa eitthvað komment hérna, það þarf ekkert endilega. Og þá hérna eyði ég út úr þessu hérna og ég vel D hérna í delay. Og hérna færið þið bara í þrípunktinn og myndið náð í uppröðun tími liðinn. En af því að ég er búinn að setja inn, þá getur við þetta inn. Hvað gerði ég eftir ég bjó til, ertu að meina SFC, það allt saman, eða M1 inn? Ég smelti á New Action, þú varst búin að því, var það ekki? New action. Næst efsta takkan. Ég á eftir að setja inn tíminn, það er 16 sekundur. Ég skrifa þetta 16S og enter á það, OK. OK, þetta virkaði ekki. Tíminn að vera að leita honum eða að velja okkur? Sko, tíminn hérna. Átti M1 að vera S í new action. M1 á að vera S, já, í qualifier, S. Uppröðun tími. Já, uppröðun tími liðinn, já. Þetta er uppröðunin á skilvindunni. Og þá ætla ég að segja hérna uppröðun tími liðinn. Og ég ætla að velja hérna, já, ég ætla að skrifa þetta bara allt saman inn. Og ég ætla að segja þetta new action. Og þegar ég smelli á apply, þá vel ég hérna þetta er íbúl hérna. Þá er ég komið með þetta hérna. Uppröðun tími liðinn. Og svona höldum við áfram og síðan þurfum við að fá hérna þessar línur til þess að bæta inn í. Og við getum náttúrulega gert það eftir að við setjum allt inn í þessa kassa, en ég ætla aðeins að sýna ykkur það líka, hvernig við setjum hérna transition inn, hér eru við með, já, næsti staði sem ég má setja svona skilyrði er hérna og svo hér. Já, þetta við hliðina á músinni, þá er nokkur svona stykki transition. Fyrst við hliðina á músinni er step, svo kemur macro step og transition. Og ég þarf líka að fá svona línu hérna fyrir ofan og tengja þetta saman, því að nú er hliðtengt þessi skilyrði. Það getur ýmislegt gert hérna samtímis. Og þá hérna velja ég hérna alternative branch. Það er hérna það sem er fyrir ofan. Þá það var step hérna, macro step, transition, jump og hérna er þetta alternative branch. Grein, já. Já, ég get hjálpað þér. Ég veit ekki alveg hvernig ég fór aðeins. Ég faldi hérna það sem við veljum, þú veist, til að senda það inn.
Já. Það er að velja sko, ætli þetta sé ekki hérna undir. Er þetta ekki SFC editor eða eitthvað svoleiðis? Eða er það ekki þann? Ef hægri smellir hérna á toolbar einhvers staðar. Já, það er bara að kvarka með í smá stund. Já. En þú ert búinn að berga því. Það er flott. Já. Það getur alternative branch. Já, alternative branch. Þetta er línunar. Já. Hvernig fæ ég línan til að tengja þetta alltaf saman? Hún verður nærfyrst bara hingað, síðan ferðu í músarvendilinn bara, select mode með það í þá escape og ferði í endan í kassan og dregur hann til hægri. Ok. Og ég vona að sé ekkert vandamál hérna, en þá getum við líka prófað að gera þetta. Nú er það alternative joint. Sem sagt, fyrst kom greinin hérna fyrir ofan og síðan kemur hérna niðurfallið út úr þessu hérna. Og þá ætla ég að reyna að staðsetja einhvern veginn svona. Jú, þá kom þetta á þessa tvo staði. Og þessi kassi er hérna, ég ætla ekki að hreyfa við honum. Þetta nær bara hingað. Ég vel bara hérna svo næsta aðgerðarkassa sem eiga að vera hérna fyrir neðan og þeir eru með, já ég ætla bara að hafa einn í einu, vel hérna aðgerðarkassa hér og aðgerðarkassa hér. Þannig að mér sýnst þetta að vera alveg orðið eins og ég var með hérna og svo bara þarf ég að setja inn á hvað heita hérna. Við skulum bíða með þessi hérna, skilyrði þar til að við erum búin að byggja upp flæðiritið með aðgerðarkossunum. Þessum sem eru kallaðir hérna step, þessum skrefum. Og þá er hægt að halda áfram hérna eitthvað aðeins. Og setja, hér er svo komið að því að setja sem sagt, stökk tilbaka eða svo kallaðan jumper hérna. Og hann á að fara í upphaf, þannig að ég vel hérna bara músina fyrst og tvísmelli á jumperinn og segi upphaf. Og segi OK á það. Sem sagt, ég setti hérna bara nokkra kassa með, ég valdi bara hérna Step Transition Sequence og setti inn 1, 2, 3, 4 aðgerðarkassa. Og þá vantaði mig þennan stökk, þessa stökktilvísun hérna yfir í upphaf, eins og við sjáum hérna í verkefninu. Og þá vel ég það með því að fara hérna í jump, hérna í stikunni, tækjastikinu. Jump, skelli því hér, fæ músina aftur, bara bendilinn, músabendilinn og tvísmella á þetta og skrifa upphaf. Eða það er líka hægt að velja það því það er til upphaf. Ef maður gerir einhverja stafsetningu öllu þá maður kannski hugsanlega búa til eitthvað nýtt en ég hugsa að ég hafi bara gert þetta rétt og þá hefur þetta bara tengst saman strax. Greina það uppi, tengist ekki saman í horninu en það. Tengist ekki þessi grein hérna ofar? Já, tengist það ekki endan. Nei. Það farið þetta kannski aðeins langt og ég... Já, ég er það með hinska. Smálega, hvernig verður segna með þessu til fengis? Sko, hvað er það? Ég má náða til að setja það. Já, það tengist því. Þú settir ný. Tekur hann í burtu, merkir henni það, þarna ferðu í þennan.
og dregur hann til. Þess vegna var þetta flott. Aðeins lengra. Komið. Þú varst með 2 greinar, ekki bara eina. Það var ástæðan. Ok, og síðan nærðu í línuna undir. Hún bara hérna við hliðina. Já, þú ert komið það. Ok, ljómandi. Þetta var að leysa. En þið þurfum að draga til þess að fá línuna hérna lengri, þá þarf að draga í hana til hægri. Ok. Og þá bara setja nafnin á þetta. Það er hérna V3 opnar. Og þar inni eru einhverjar, það er til með sem svo set og þetta heitir þá V3. Og ég segi hérna new action, þá kemur hérna niður í listan og síðan er það hérna tími næst. Þá þarf ég að eyða út úr þessu hérna og velja DE í qualifier og kannski ég get sett bara tíman þetta strax inn, þetta eru 5 sekúndur. Svona. Og þetta er tími V3 til V4. Þetta er rétt, tími V3 til V4. Svona, og ég segi hérna new action, kemur inn í línuna, svo segi ég apply og þá fæ ég að velja hvort þetta er íbúl og þá segi ég já, ég ætla að breyta því í það og svo segi ég bara ok, þá er þetta skref komið og ef að ræsingin ræsist ekki eða við ýtum hérna á stopp, þá þegar það komið á þessum stað í flæðiritinu að þá fer það hérna niður og fer bara í upphaf og stoppar. Mótorinn fer út og þá er þetta skref hérna að M1 stoppar. Skrifa hérna M1 og segjum bara ok á það. Það er kannski að hafa þetta hérna stóru og já, ég segi bara set inn strax actionina hérna. Það er að setja reset, þannig að akkurat að resetta útganginn fyrir mótorinn. Reset og þá segi þá get ég núna náð í. Nú er svo ríkur ég en á þetta til í gagnvegurunum, M1. Ok. Og þá segi ég hérna new action til þess að fá þetta niður í listan. Og bara ok, svo komið. Og síðan kemur hérna not M1. Hvernig gerum við það? Það er nefnilega, æfum okkur á að nota þetta invert transition condition. Og þetta er bara variable. Og ef ég smelli hérna, þá ef það er slökkt á mótornum, þá fer hann og stekkur í upphaf. Það þýðir það að ég er með mótorinn hérna og ef hann er úti að ef það er slökkt á honum þá er þetta skilyrði uppfyllt og þá fer ég hérna niður í upphaf og byrja hér og bíða eftir að tölvan fara aftur að run eða þessi ræsiskilyrði séu öll uppfyllt. Þannig virkar það. Hvernig hérna gerir það makrosna? Já, þegar að við förum í hérna, skotferilinn, þetta er svona undirforrit og þá skellum við, það er hérna við hliðina á örinni, hérna, það er
músabendillinn, síðan kemur step og síðan kemur makrostep. Þetta er svona undirferðl og þarna er skotferðlinn. Þá staðsetjum við þetta þarna þegar við komum að því og staðsetja á þetta, já, og tvísmellið, sko. Ef ég myndi setja þetta hér, skelli þessi hér, að þá, þá fæ ég músabendilinn aftur og ég þarf að tvísmella á þetta. Og þarna myndi ég segja að þetta heitir skotferðl. Skotferðl. Og ef ég vil byrja að setja skotferðlinn þarna inn, þá smelli ég á edit. Og þá fer ég inn í skotferðlinn, svo dreg ég þetta bara hérna niður. Sko, þá er ég komið með pláss til að skella inn í þetta. Skella stýringunni inn í þetta sem er þarna hérna fyrir neðan, sem heitir skotferðl. Þetta er bara neðarlega í flæðiritinu. Þetta er þetta inn í skotferðl? Já, það sem er hérna í skotferðl, það sem er inn í skotferðl, þetta er undirforrit, þá er það bara hérna. Hvað setur það inn? Já, sjáu þetta, alveg mjög neðarlega í flæðiritinu á síðunni. Það er skotferðl og tvísmellir þegar þú eru komin að því og tvísmellir á þetta tákn hérna, þá opnast skotferðlinn. Þá dregur bara þetta neðri hlutan af þessu niður og bæti. Já, það er makrostep. Já. Það er hérna makrostep. Og þá er spurning, sko, já, hvort að við förum nokkuð mikið lengra í þessu ef ég ætla að klára síðasta verkefni með þeim sem voru hérna síðast, ekki búinir með það. Og en þá eru komnir með allavega upptöku af því hvernig við setjum inn hérna bara inn á milli og bara bætum við inn í þetta sem sagt svona skrefum. Og við getum líka sett inn bara svona pari af aðgerðum svona niður. Og til þess að fá þetta til hliðar þá hliðarkassana þá munum við fara í View og Expanded Display. Þá sjáum við þetta hérna alltaf og getum við sett inn í það sem þarf að gera. En ég ætla að segja þessari upptöku lokið núna því að þeir sem eru komnir af stað í þessu, þeir geta haldið áfram en svo ætla ég að fara með þá sem eiga eftir að klára hitt verkefnið fyrir því. Já, við skulum fara í það að seifa það augnablik.